Thundercats Ég átti aldrei svoleiðis stót held ég Hann var með svona sverð eins og He-Man Já. Thundercats og síðan og síðan stakkaðan Akkurat Nei, sverðistakkaði Sverðistakkaði, Leðan sagði hó What? Somebody call ho Til í það Já, nei Nailed it Klippið út eða eitthvað Nei, nenni ekki Hæ, hvað segir þið? Gott Og Þraustur? Hæ Velkomin Halda búblur og bjór nafninu upp í maður Já Maður getur ekki verið etru að tala við ykkur maður Shit, það bara ræðilegt Ekki alltaf mikið Klukkutíma, Jesus God help me Hvernig hafið það? Bara fínt, þakkalegt sko Ekki? Ræðislegur Bara góðir til honum og svona Nei Ekki? Hann er ekki upp á það tippið núna Nei Er hann grænn eða? Nei, hann bara svartur og þetta af sko Æ, kallinn Notið öfan ykkar krakkar Það er bara Grotnaðir bara Þetta Vá, þvílík byrjun á þetta Jesus Sko, málsátturinn hérna það er upp á honum tippið Já Það er ekki málsáttur, það er orðatiltæki ok Er það ekki sama? Nei Ok Orðatiltæki, ég er með nýtt sem er sko hérna já, ertu svona eins og hérna tippi í baði svona sultuslagt svona Já, ok Veist það, sultuslagur Já Ok Getur það ekki verið það? Eitthvað? Við getum prófað það Já Bara hvernig ertu? Bara slagur? Já, bara svona tippi í baði Já svona wobbling around svona. just floating Já, er uppréttu sko en samt svona samt alveg svona sultuslagur Akkurat ég er til í þetta Let's make it happen Já, it's gonna be a thing Já, klárlega, þið heyrðu það hér fyrst krakkar Ertu slagur eins og tippi í baði? Ég er bara slagur Já, svona tippi í baði Akkurat Mér finnst það geggjað Klárlega Látum þetta gerast Oh my god Ég ákvaði hérna prófa þetta á okkur fyrst áður en að ég myndi fara að segja þetta við mömmu eða eitthvað Já Hvernig ertu? Bara svona tippi í baði Ha? Gætir þurft að útskýra þetta nokkur sinnum svona Já. fyrst, skilur við svo bara catch your song Ég held að þetta veri bara núna á 2026 það verður bara allir bara eins og tippi í baði Já, Ekki? klárlega Herri, ég var að horfa á hérna, einhverja myndaðna eða einhverja svona YouTube eitthvað þá var verið að tala um hérna frista fólk Já, Veist, mér finnst þetta svo hérna, svona cryogenics eitthvað já, og mér finnst þetta svo heimskulegt mér finnst þetta svo ógeðslega heimskulegt og þegar fólk, myndi þið láta frista ykkur eða? Nei Ef þið ætti endalösa pening Nei Okkur ekki Já, það, ef maður ætti endalösa peninga þá náttúrulega breytist hugafari aðeins Já. hvað er hægt og hvað er ekki hægt Já En þú veist, hvað svo og þú veist, fjölskylda mín deyr og eitthvað svona og svo er ég lifgaður við eftir 1000 ár og allir eru dauðir sem ég þekki Já, þá bara byrjar upp á byrjun farið nýja fjölskyldu og Þú veist, byrjar ekkert upp að byrjun, hvað mennir það? nei ég veit ekki Þú ert ekki að fara að fristaði fyrir þú ert sko fjörgamall Nei, sko, eða eitthvað mikið að þér skilur eitthvað sjúkdómur eða eitthvað, krabbaminn mér fannst þetta svo mér finnst þetta svo fárlegt konsept út af því að það bara já, hérna, hann dó út af krabbameini og já, hann fristur og okkur ætlar hann að láta frista sig til að láta lífga sig við til að berjast í krabbamein þegar lækningin er komin en það er engin lækning við dauða ekki í dag Ekki í dag það verður aldrei lækning, veist, þú deyrð alveg bara dauður sko, það fer eftir því hvernig þú ert fristur og hversu snemma eftir þú dóst af því að það er hægt að lífga við fólk sem að deyr og þú veist, 3 mínútur setna ert búið að pumpa þig í gang, skilur við já, en veist, ef þú ert, þarfst ekki að vera veist, ég er með krabbamein núna og þarf ekki að láta frista mig og meðan þú ert lífandi já. Er það ekki
pointið já, hann er bara döður, hann er búin að vera döður hérna klukkutíma, já, við skulum hérna redda hérna, fristiklefanum og eitthvað svona þeir geta ekkert, þeir þurfa að fá lækningu fyrir krabbameininu og lífgan við líka við lækningu við dauða sko. Já, sko, það er náttúrulega dauði og svo er heiladauði skilur við, hann er 100% heiladauður sko. Já, eftir klukkutíma, já og þar kemur vandamáliðin, það er þetta skipt út hjartanu og þau veist pumpið inn í blóði og eitthvað svoleiðis, en við heilin farin, þá ert þú farin þannig að ef þú gerir þetta nú að snemma og nú rætt og vel og rétt og eitthvað svona þá er það alveg líklegt sko. Þetta var svona pæling, ég var bara svona það flestir bara deyja síðan hann er fristir sko. Það er engin fristur áður en að deyr ef þú áttur rosalega marga peninga lætu frista þig þá myndi ég setja upp eitthvað tala við eitthvað lögfræðarstofu hérna er hérna, þú veist, 5 miljardar hérna fullt af pening tekkið á mér einu sinni á ári lífgið mig until the end of time og þið bara takið af veist, í hver skiptið er bara 1 miljardur nei, ekki 1 miljardur á ári nei, what? Þú sagði 500 miljardar nei, þið fá bara eitthvað 5 miljardar, skilur ekki meina og ég meina það lögfræðingur kostar tíman eitthvað 30 skall eitthvað takið bara 50 skall í hvert skipti until the end of time ekki ráð ykkur ódýrstu lögfræðistofuna sem þið finnir saman og vera bara búin að gera samning og þú veist, þeir bara tjekka út af því að ég las eitthvað tímann sko, það var eitthvað svona cryogenic stofnun sem hérna í Kaliforníu sem var að frista fólk eða sagðist frista fólk og svo hérna voru þeir með eitthvað að klefa sem fólki var látið í og svo var bara eitthvað dillidall og eitthvað töfragerðir og svo endaði fólki í ruslinu oh my god ég hef heyrt þetta sko þetta er svona eins og Idiocracy þar sem að gæni settur í hilki og svo bara gleymist hann einhvers staðar nákvæmlega eins og en gæti þetta ekki verið eins og hvað heitir hérna Sylvester Stallone myndin hver af þeim? Ég var einmitt að hugsa það með Wesley Snipes hérna Demolition Man Demolition Man, ég var einmitt að hugsa það bara hvað heitir myndin? Ég er búin að vera í 3 mínútur ríkalega góð mynd maður æðisleg og það er einmitt svona þá var hann ekki fristur var þetta ekki einhverju svona var þetta bara klaki? Nei, þetta var svona gú já, þetta var eitthvað gú já ég veit ef það væri til svona gú myndið þið þá gera það? Aftur, þú veist ef ég gæti síðan frist börni mín og eitthvað, þú veist, nei, þau náttúrulega kannski ekkert lasið ég bara ef ég gæti frist börni mín ég ætla að núni þá fyrir að fara allir nei, þú veist, það væri bara everybody's going já, þú veist, það væri bara allir dánir sem ég þekki, skilur og þykir væntum en þú veist, what's the point? Já, ok, ég get lifað nokkrum ára lengur en einn, þú veist já, veist, komið nýja konu já ekkert samviskupið maður nei, já, ég veit ekki, ég hugsa þetta bara þannig sko þetta er svo einmitt þessi pæling með hérna að vera immortal já myndið þið vilja vera immortal? Já ég var stutt að svara já ég líka já og það er einmitt þetta bara já, allir sem þú þekkir er dauður eitthvað svona eftir 1000 ár manst ekki eftir fyrstu konunni nei þá ertu búin að reyndar er all the population of earth börniðin sko já, ok, það er vandamál hérna ef þú ert að fjölga þér já, ef þú ert að fjölga þér en maður var svona horfir á svolítið sko, hugsa til Highlander myndana það sem hann var, hérna, Christopher Lambert var hérna ódöðlegur og var búin að vera hérna í eitthvað 1000 ára eða eitthvað hann var bara orðin svona eitthvað einn kall upp í einhverjum turni með fullt af einhverjum gersemum kringu sig svona eins og Davíð á miðvikundi sold Davíð á miðvikundi hann er svona núna sko. gekk alltaf einhverjum ógeðslega skítugum frakka og eitthvað þetta er bara Davíð með eitthvað obsession fyrir sverðum og there can be only one þetta er hérna já, hvaða leikfengum myndir hérna taka með þér í fristiklefa þetta var svo lélegt Birgir anskotur þetta var lélegt
Ég var að reyna Creepy strá þarna maður Já, ég veit það anskot Þetta var skelluleg Shit, sko Verður alltaf hérna tengingin í það sem við ætlum að tala Verður alltaf verri og verri Og sér kemur alltaf einn og einn svona banger Allir bara, yes, he's back Og sér alltaf bara bla 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 Já, þú ert fristur, hvaða dót allir að taka með Þetta sýnir samt svo mikið hversu ekki skriptið þetta podcast okkar sko. Það ekkert skipulagt Það sko við ákvaðum að vera einmitt þetta bara, alltaf við, bara pjúra við já. Og ef það kemur eitthvað svona heimskulegt og lélegt eitthvað út þá það bara, það bara við Partur af þessu allavega ég, allavega núna Akkurat þetta var alveg hræðilegt Þetta var hræðilegt Það var skellulegt Já, nei, ég veit ekki, ef þetta væri ef ég væri bara settur í eitthvað svona bað Já og svo er það bara skrúa niður hittin þá myndi ég taka með mér svona rubber ducky Já Það væri geðveikt bara til að vera fyndin sko. fulla fötu á gúmmíöndum Já, nákvæmlega fullt af litlu gúmmíöndum sem er bara ein svona Trump-önd Já, akkurat nákvæmlega Já, ég myndi gera það líka Já og verður með öndina bara og eftir 1000 ár bara eigum að vekja hann að gaur með öndina Já alveg ógeðslega fyndin Þetta er eitthvað spes önd sko Já, bara, nei, Svo er ég vakin og það er bara búið eini maðurinn sem er með eitthvað plast og þeir búið útrýma plasti og eitthvað Hvað er þetta? Þetta er ekki neitt Þetta er bara 1000 ára gamalt djók Talandum dót Já Við ætlum að tala um leikföng Alls konar leikföng Já Fyrsta sem ég hugsaði með þresti það var svona dónaleg leikföng Já, ég líka Segðu það bara kynlífsleikföng Já, svona fullorðinsleikföng Og fyrsta sem ég hugsaði með Davíð það var svona bein og svona kjálkar Það er svo gaman Oh my god Ég reyndar að lék mér alveg með það sko. Þegar ég var í sveit á Snæfellsnesi sem krakki Já, ég gerði það líka sko En það var kjálkinn og hann er bissa Já, nákvæmlega Þið eru svo bara... gamlir Ég er yngri en þú fáiðin Já I'm so old Þú bara fórst aldrei í sveit og það sést sko. Já, sést Borgabarn Ég er borgabarn Ég veit það, ég veit ekki það Kemur á malbygginu Hvað ætlar að gera í því? Já Come at me bro Brakaði í hálsin Farðu bara að aflitaða háriðar eftir þetta Vá Nei, ekki gera það? Nei Jú, ég var mjög fallegur Sónu minn gerði það núna daginn Það er rosa fyndið Já, ég sá hann síðast Já, núna gerði hann bara aftur Þannig að nú er það ennþá hvítara Nú ok, það er bara platnum Já Hvað var uppáhaldsdótið ykkar í gamla dag? Sko ég var alltaf He-Man Varstu He-Man-kall? Já Power of Grayskull Já Og síðan stekka hann Já Þetta er Sverri, segir þetta núna þegar þú að sofa hjá Já Power of Grayskull By the power of Grayskull tek hann að bláa pillu og svo býði Stendan og við endarúmsins begra neðan bara, þetta er alveg að vera að koma Það er rosa skemmtilega þættir á Netflix einmitt leikföng úr fornri tíð Fornri tíð The Toys Who Made Us Já, og þar er He-Man tæki fyrir til dæmis og gaurarnir voru bæði gaurarnir sem byggu til He-Man dótið og Turtles dótið þeir voru bara reykjandi marihuana og það bara hvað hefur að búið til núna? Hörðu, búið til Bubble Goose Já, það er skemmtilegt nafn hvernig á hann að líti út? Ég veit það ekki og ekki bara láta eitthvað koma út úr maganum á hann með eitthvað það er geðvegt alltaf á milli ég veit ekki getum við gert þetta í dag teiknað einhverja sögu drukkið
og hérna, reykt líka Já, gerum þetta bara já hlýtur, veist, það myndi ekki koma út úr okkur Finnum okkur meskalín einhver staðar og já, okay. Svo erum við blöð og krejón liti bara meskalín, ketamín og já. taka Elon Musk kokteilinn bara Akkurat og vera I want some Quaaludes ringja sér í konuna rannar að sækja mig Ég veit ekki hvað varst ekki í podcasti líka taka upp og meðan við erum að gera þetta var ræðilegur hættulegt maður ég var G.I. Joe kall Já, við rættum það ég elska G.I. Joe Já, ég var þar sko ég bara, veist, að vera með byssutnar og veist, já allir karakterni, ég átti svo ógæðislega mikið af þessu veist, ég var bara, veist, og allir vinindi komið heim til mín það, veist, í G.I. Joe, ég átti svo mikið af G.I. Joe þeir að kaupa eitthvað nokkra ég átti mest sko og síðan eitt af bara stæðstur leikfengum sem ég hef séð ever og það er í G.I. Joe, það er hérna skipið, það var hérna það var svo stórt hérna flugmóðuskip það er bara það er hérðan hérna á borðinu, þetta er risa bara rúmmeter eitthvað meiri meter, ég held að það sé 1,20 á lengd þetta er risa kvikindi sko. Wow. Áttir þú þetta? Nei, ég átti þetta ekki sko. Það var eitt strákur sem átti þetta þetta tók allt herbyggjan sko. hann bara fór Worth it Ég sef á gólfinu en þú veist við gátum ekki leikið heima hjá honum gátum ekki verið inn í herbyggið sko. þetta var alveg geggjað sko. þetta geðvikt síðan þegar maður var aðeins eldri þá byrjaði maður að kveikja í köllunum sko. og þeir eitthvað setja á því örbygjófnin og eitthvað nei, ég mátti það ekki ég mátti það ekki það er ekki annar heima áttu því örbylgjófn þegar þið voru litlir já, Garðabænum amma í Garðabæ átti örbylgjófn við áttum líka örbylgjófn old times maður gekk á Plutonium 350 eða eitthvað þú veist totally safe setu hilkið í og út kom pop já, akkurat og bráðnaður kallar já, ég brendi það alltaf á grillinu sko, kólagrillinu úti síðan pissaði ég á það slakkuði því já, munið þetta inn í þessum G.I. Joe köllum var svona teygja sem hélt þessu öllu saman alveg rétt og það var sko sorg dauðans þegar þessi teygja slitna já og bara þó hún bara losnaði af ég man eftir að reyna að krækja þessu einhvern veginn saman aftur bara þú veist þess vegna eru litlu kínversku börnin sem að búa til þessu leikvöng skilur en ekki við sko Nei, við með okkar pulsufingur en það var enginn sem veist, enginn fullorðinn þegar maður fór að gráta hérna, veist, kallinn datt í sundur hérna, teigjan og eitthvað það var enginn fullorðinn sem sagði já, notaði bara skrúhja og í bakinu og tengjan aftur og akkurat já, það er skrúa í bakinu og tekur bakið af, festir hann og séð skrúur aftur á what? Já, á fullta köllum var það þannig allavega það var ekki á He-Man held ég Nei, það var ekki He-Man það var á G.I. Joe það er my mind is blown right. Svo margir G.I. Joe kallar í husli ég var einmitt einhvern tímann upp í rúmi og var að, veist, á eBay ég held djöfull væri til í kaupa veist, í pakkanum það var svo geðveikt að vera með sko, veist, umkallina aftan og bara opna þetta langar svo, ég held bara Þórun, má ég kaupa hérna svona 10 kalla Þórun bara allar að kaupa dót leikfeng bókstæðlega þú ert fertugur sko ég kalli, nei, ég ætla bara að láta mig dreyma ég kann ekki að panta á netinu sko það er bara í Nexus, laumaður einum og einum bara nei, það er ekki gömlu nei, já, reyndar myndir þú kaupa mynd í bóksinu og rífa það svo upp já wow, what? Nú var ég fullt af fólki bara tilbúið að lemja þig fyrir það sko ég er svo wild sko reynilega líka hérna þetta er G.I. Joe þegar þeir voru í 85 eða eitthvað og G.I. Joe var náttúrulega byrjaði 64 veist það nú Barbie-dúkur já, svona stærri já alveg rétt veist það svona hét þá G.I. Joe Action Man eða eitthvað og gæstu verið með hérna fallíf ristór þetta var bara Barbie sko ég maður bara sumir áttu svona þetta er bara sama mótið sko þetta er þú ert Barbie sko
En svo sko komu þessi litlu G.I. Joe kallar Já. En svo kom líka Action Man sem var einmitt þessi stærri Barbie típa sko Já, Aftur og klæða þá í skón Það var svo leiðilegt sér réðust þeirri inn sko hérna Og svo vond lykt á þessu mjúka plasti sem var í skónum ég Það var er hjá, ekki táfíla ég var hjá frænda minni sem átti svona kalla og frænka minni átti Barbie ég var alltaf, tók alltaf kallana og réðust alltaf inn hjá Barbie og veist, réði þeim sko já, einmitt klæddi sig úr og það Já Svo bara frænka mig bara, hvað er það að gera? Nemma beigir krókurinn Já, svo innum að brandarann hérna Barbie kemur ekki með Ken, hún kemur bara með, eðst, kemur ekki í saman bóksum með Ken, hún kemur bara með G.I. Joe nákvæmlega kemur bara með honum Akkurat, real man a real man sko, á þessum árum náttúrulega flætti markaðurinn með einhverjum alls konar ótrúlega skemmtilega leikfólk ég veist, eins og þegar á sama tíma þarna á þessum yngri árum hjá mér Transformers Já, ég elskaði Transformers maður. sama hér sko og geðvegt sko Optimus Prime Já, og bara hugviti sem fór í að búa til leikfengin á þeim tíma Já. Þú veist, núna setur þetta inn bara í eitthvað AutoCAD og gerfigreind og eitthvað og bara, þú veist, getur búið til eitthvað styrlað en þarna, þú veist, þá var fólk bara að hugsa út í þetta og skrifa þetta á bara blað með blýjant sko. og líka það að við gáfum einu Karl var að elskaði Transformers þegar hann var yngri og hann vildi bara eitt kall, það er Bumblebeeið í sem sagt sínu bjöllu formi Já, en hann kostaði 18.500 já, eitt kall sem er 15 cm hár þegar hann stendur já, en holy fuck það er svo mikið, veist, allir puttinni geta hreyfst og allt þetta já. og við þurftum eiginlega bara svona að vera að horfa á YouTube bara ít alltaf pásu þessi bara til að skipta ég leið, ok, ég náðu breyta honum í bíl hann eitthvað, ok, breyta honum aftur bara, veist 6 klukkutíma YouTube maður eitthvað bara, damn, veist búin að breyta honum aftur ok, og aftur Þórun alveg þú vildir þetta Akkurat en það munurinn á Transformers þá og þá var þetta bara veist, einhver þrjú veist, hendurnar út, lappurnar út og hausin upp eitthvað já, hausin út og geðveikt það var ógæslega gaman og síðan þurftir að kaupa settið af einhvern 5 eða eitthvað og gastu búið til risa Transformers púslaðum saman ég komst aldrei svo langt en vinur minn átti svo leis og þetta var svo töff Já, þetta var geðveikt sko hugsaðu okkur getur við ekki verið að leika okkur í dag svona eitthvað Já. getum það alveg já, en þetta heiti Dungeons and Dragons og Warhammer 40.000 Það er eitthvað, já, svona meira fullur eins og mála fígurúnar og eitthvað já. sem er notabene bara hansi skemmtilegt líka Það er örugglega allt til að hobby sko þetta er svona hvað segir maður hérna svona jógatengt svona mind hugleiðsla já, thank you wow ef það væri í vídeo augum mín bara poppa Ég var að veit að horfa bara á augun þín bara wow okkur datt þetta úr haustum á mér ég líka bara sjá bara Freeze anyway, hvað var ég? Mála tindóta Thundercats Ég átti aldrei svoleiðis stót held ég hann var með svona sverði eins og He-Man Já. Thundercats og síðan og síðan stakkaðan Akkurat nei, sverðistakkaði leðan sagði ho What? Somebody call ho það var líka rosalega skemmtilegt dót já, en G.I. Joe og He-Man voru skemmtilegir fannst mér Já, mér finnst bara að sagan einhvern veginn í kringu það eitthvað svoleiðis það er meira, ef maður horfði á teiknimyndirnar og svona að Thundercats var betri Nei, G.I. Joe og He-Man já. mér fannst bara sagan og He-Man bara ekki góð
það var engin saga Það var engin saga, en það voru allir reykjandi marihuana en Thundercats það var eitthvað þeir lentu og það var ekki saga og hérna Mumra var vondi kallinn Mumra, já, alveg rétt hann var ekki í beinagrind Nei, hann er ekki beinagrind hann var múmja Já, þetta er svona, þeir tóku basically He-Man og breyttu því yfir í nei, við getum ekki haft þetta menn þetta eru dýrmenn þetta er svona kattarmenn geggjugella sem hérna var með svipuna svipan maður hún var geggjuð sko ég var alltaf alveg bara nice já, hún var eitthvað svona hlippar eða blettatýp hljóbókslega hratt akkurat hún bara kom mjög hratt sem við draumakonu og talandi draumakonu þá var náttúrulega Barbie eitthvað það stæðista leikfangafranchise í heimi bara allar tíma held ég klálega og hafið séð alvöru konuna sem ef þið myndi breyta henni Barbie og hlutfellin í alvöru konu og myndi bara detta niður þetta bara brotni sundur akkurat Já, þetta er náttúrulega þessi mál eru ekki feasible sko líka, mér fannst svo fyndið þegar Barbie var einmitt upp á sem besta og það voru allar konur bara við getum ekki keppt við svona Nei það er He-Man að hliðina Já, akkurat, þú veist að setja konum ómögulega standard þú veist að láta stráka hérna borga sig upp á styrum akkurat á sama tíma bara og enginn tala um það Nei setja skela baki á sér og bandum augun og fara í holræsi hoppalir í ræsi og geta pítsur í hvert mann talandi Turtles munið eftir þegar strákandi týndist í holræsi í Bandaríkjunum ég gleymi því aldrei Var þetta ekki á Íslandi líka? Þetta gerist á Íslandi Já, er það ekki líka? Jú Við vorum búin að tala um þetta Mér myndi að þetta hefði verið í Garðabænum Það fóru held í einhverju óni Sjálfsögðu Garðabænum, það gerist allt í Garðabænum Það var náttúrulega nafli alheimsins sem það var bara þar Nei, það voru örgulega einhverjir Breiðholtunni sem hafa komið inn Ábyggilega Það er örgulega mikið fínna í hólræsum í Garðabæn Hvað gull skita er þetta? Allt gull úr það Fólk í Breiðholtinu eitthvað bara money Við erum skein okkur með 500 köllum True story Funny because it's true En svo meginn alltaf ekki gleyma sko My Little Pony My Little Pony, Já Þetta var til á hverju einasta heimili þó það var strákur að stelpa alltaf til My Little Pony að minnsta kosti Já, klárlega og mér fannst ég alltaf sjá hérna Sylvanian Family líka Sylvania Family Já. Það voru svona harðplastfígurur nema þau voru actually í loðin einhvern veginn Já, það var mjög skrítið svona viðkomu það var mjög weird Við keyptum svoleiðis handa stelpun okkar þegar hún var lítil keyptum húsið og við keyptum fullt af fígurum og húsgögnum og öllu þannig að hún geti nú leikið sig og raðað þessu upp stórt hús Nei Vildu hún ekki leika við Nei Þetta var ógeðslega leðilegt Þetta er einmitt munurinn á sumum krökkum Ég var til dæmis 1990 91 þegar Turtlesi mitt ég var að kaupa Turtleskalla og var að leika með þetta geggjað sko, elskaði Turtles og Raphael var kallinn minn sko svona hothead ég var Donatello hann var með prikið eða ekki? Nei, Donatello var með prikið ég var með prikið þú varst með prikið en fun fact Turtles, vitið út af hverju þeir eru með þessi vopn sem þeir eru með þess að Raphael hann er svona hothead, alveg brjálar, alltaf brjálar var hann með gaflana? Nei, hvað var hann? Já, með hnífana en þetta er ekki hnífar þetta er hnífar til að afvopna ekki til að drepa Já og síðan er Michelangelo hann er svona ADHD svona, ekki með svona, ekki aðteglina hann var með nunchucks og nunchucks þarf að vera með mestu aðteglina og síðan Donatello var teknikurinn og hann var með minnsta teknilega vopnið og síðan var hérna hann Leonardo hann var með the deadliest en hann var líderinn og hann má ekki sína
Þetta var þetta var pælt Þetta er útpælt ok Ég var alveg bara Af gauðrónu sem reyktu marihuana og Já það var aðeins svo djúti í þetta Hvað með hana törl sem tala Já, síðan kemur einn alveg En hvað með? Kemur með eitthvað svona hellagauri bara ógæslega djúpur maður blew my mind Elskaði törl sko þetta er hendur ógæslega sniðið þetta er góð fakt hjá þér Thank you Já. Kemst undir með þetta sko já, Inn á milli Einhverju svona viðbjóði Síðan er hérna Centurions Centurions Þetta er allt mitt þarna kringum 89 og eitthvað Centurions Það voru 3 gaurar sem komu hérna Power Extreme og síðan fóruð upp í lofti einn var í loftinu, einn í sjónum og einn á jörðinu eða ekki Jú. já, Ég var hérna dökkarði hérna á jörðinni Tank já, með byssu geðveiki kallar já, En ég fekk fullt af þessu dóti út af því ég var svo mikið að ferðast til útlanda já. Þetta var Centurions voru ekki til hérna á Íslandi Nei. Ég bara líka, hvað heitir hérna Voltron Já. Með Já. ljónin Voltron 3000 Voltron, já. Það voru sko, fólki fór í sko, svona klefa fór einhvers þar lengst í burtu svarta ljónið var í einhverju eldfjalli og bláa ljónið var í þetta vélmenna ljón og bláa ljónið var í hérna, vatninu og eitthvað svona sem komuðu hlaupandi og segja bara Voltron og þá komuðu saman í stórt vélmenni og hann gerði hérna og kom sverð geðveikt, ég var líka bara besta teiknimyndi ever og allt samt ég var að pæla sko G.I. Joe, Voltron Centurions og allar þessar teiknimyndir ég get ennþá séð fyrir mér sprengingarnar í teiknimyndunum það voru allar eins en samt einhvern veginn svo episkar ógislega flott sko þegar það komið þessar sprengingar og eitthvað bara ógislega þetta gerðist svo hægt þetta sprakk svo var það svona eins og að lagga því svona gung þegar maður var lítið maður var bara þetta er svo brútal sko þetta er geðveikt og síðan náttúrulega hérna eitt af sem allir hafa verið með Jójó Jójóin þegar Jójó-æðið kom á Íslandi ég var í Garðaskóla þá já, ég líka ég var held ég í 7. bekk já, ég var í Fossarskóla þetta, ég veistu það, ég var orðin svo góður í Jójóinu ég var orðin hrikalega góður í þessu kom eitthvað Jójó-meistari í Grímsbæ í Fossvogin líka í Garðabæin kom í Garðabóin var að sína Jójó-triksin sín já og það var bara eins og að hitta bara stjörnu sko þetta var í Elvis eða eitthvað líka bara það, skólinn bara við skulum fá þennan erlenda meistara til landsins og hann eitthvað með Jójó bara I'm the man fullt af krökkum bara I'm the god hann var sponsorar af hann var fluttur inn á Coca-Cola já, alveg pottið, ég kemur ekki á orð sko út af því að þetta var eitthvað svo besta markaðs snild var ekki Coca-Cola að þú safnaði einhverjum töpum fækst Coca-Cola Jójó já maður sem kom Sprite Jójó besta jójóði sem ég átti var Ískóla minni mig Ískóla Jójó já það var besta, ég átti öll jójó ég átti gull Coca-Cola jójó já það voru allir að fá gull já Mér minnir að það hafa verið Ískóla, það var eitthvað svona geðveikt skrítið, það var uppáhalds, það var besta jójóið. Ég fekk aldrei gull jójóið. Nei, ég átti svo sko. Ég átti svo leis. Ég drakk ekki svo mikið kók sko. Það var bara í ruslinu heima hjá fólki og eitthvað bara týna flöskur upp úr til þess að safna þessum töpum sko. Já, maður gekk á milli húsa, má ég fá tapana hjá þig? Já, þú veist, maður bara, þetta var bara obsession sko. Fyrir það. Já. Ding dong, hi. Já. Má ég fá tapa? What? The Batla Breiðholtinu wow. Ég má þetta í Garðabænum hvað þetta maður síðan alltaf frisbee líka frisbee pældi hvað þetta er auðvelt þetta er svo einfaldur leikur þetta er jafn gáulegt og húla húp já hugsaður að vera bara með kring og þú bara og síðan ferði bara svona hip thrust og það er leikurinn
og bara fleiri klukkutíma á dag bara leika sem með eitthvað svona muni eftir bíómyndinni hérna, hún heitir Hunsaker's Proxy með Tim Robbins og hann hérna já, og hann hérna þetta er gömulmyndið ekki Jú, þetta er 1900 early 90s já, David dóa inn og og hann mætir hérna í risastóra skrifstofubyggingu fær vinnu í postdeildinni en hann er með draum hann tekur upp blað og það er teiknaður hringur og hann sýnur öllum you know, for kids we're gonna be millionaires þá vinnum við líka það á hérna Tom Hanks and the Big hann var að vinna hjá leikfanga fyrirtæki þau voru með svona Transformers sem var bygging og hann bara why? What? Okkur er bygging og hvað svo? Þeir eru eitthvað bara shit, herru, hann er snillingur hann er orðin yfirmaður bara, hann leikur sem er dót við skulum bara shit, maður þarf að kynna sér svona vinnu og er eitthvað bara búið til að hanna og leika sem er leikfengu eitthvað það var brilljant mynd Lékuð þið eitthvað með Star Wars kalla? Eitthvað lítið frændi minn átti fullt að því átti X-Wing og alls konar og maður leik sem með þegar við vorum að leika okkur saman sko. Ég var ekki út að ég var með G.I. Joe þeir voru með liðamót mér fannst það svo miklu flottar Star Wars stótið var eiginlega sko kortir í okkar kynslu já, reyndar það við vorum gamall í það en hérna veist þið svo með hérna Boba Fett sem skýtur hérna úr bakinu var það ekki tekið úr það skjóta augunum börnum og eitthvað nei, það var ekki tekið úr umferð var það ekki? Nei, það var ekki fyrir setni part 1980 já, fyrsti sem sagt núna kallinn sem er með sko, sem getur skotið ég held að hann er á sko milljónir króna það er bara eitthvað bara þvílíkt og þetta var í lagi þangað til sko 1989 og sem fekk eitthvað skot í augað eitthvað og misti augað eðalaði fyrir öllum hinum hann skotans helvitis fíblið nákvæmlega þetta er alveg en síðan máttu selja teipissur og loftbyssur og loftrifla 8 ára börn með 22 kalibra riffil bara það er alltaf lagi það er easy voru þið Playmo fólk? Já, ég var Playmo Nei ég átti risastóran kastala Playmo kastala og það var geðveitt gaman Playmo fannst mér geggjað sko. Já, ég vildi óska að ég væri í 10 ára í dag með all legoð sem er til sann sko. meira í legoðinu sko. Ég var rosalega mikið teknilegonu líka mér fannst bara ég var með einhverja bók mamma reddaði einhverju bók það sem var með svona hugmyndir af hinu og þessu maður var náttúrulega með kassan sinn maður var bara að búa til eitthvað sjálfur en krakkar í dag ég er með sko 10.000 legokupa og ég hérna legost nei, það vantar hérna leiðbeiningar búið þetta bara til byggðu það bara hana come on akkurat, ég veit það en það er ekkert leikið sem með Lego nei það er byggt og svo sett upp í hillu og sem dertarinn niður þetta var 15 skall ég er þetta að passa mig alveg á því að geima alla leiðbeiningar í fyrsta lagi ég gerði það þangað til að tókum helvits geimsluna í gegn og ég hætti svo óvart það var ekki gott sko. Nei en það er ömulegt þegar maður er með sko 100 lítra dunk af Legoi og er með leiðbeiningu og maður þarf þennan eina litla kupp og maður bara það er hræðilegt reyndar, ég er alveg með sko 2-3 sem að poppa reglulega upp á TikTok hjá mér, eitthvað svona Lego kallan? Já, það er svona eitthvað Lego svona fanatics sko, eitt sem er að byggja ég veit 100 fermetra borg skiluru David Beckham er elskar að gera þetta kaupir hérna Hogwarts og eitthvað svona stóra kastala hann nær að meditera það er akkurat málið sko hann bara enginn er að tröfla strákurinn minn reyndar fekk einhvern svona
veist, Ferrari eða eitthvað svona risa tekni Ferrari jólugjöf hann sagði bara besti, veist, bara byrjun á ári ever það getur jólugjöf sem hann bara ég veit að ég voru einhverju mynd bara eitthvað ég sá hann ekki viku ég veit að kom bara út og fekk sér að borða og eitthvað nákvæmlega, ég mitt langar af því ég séði mitt fólk vera að kaupa mitt Hogwarts og eitthvað svona risakastala og eitthvað og ég bara, shit, hvað ég verið til í það og sérstaklega, þú veist, með 1,000,000 views manneskjarnir bara ka-ching á þessu að sita bara eitthvað stöðar og leika sem í Lego búin að borga Lego settið upp í Ameríku draumur, sko. í Ameríku já, akkurat þetta bara draumur, sko þetta eins og bróðum minn fór með eldri bróðum minn sem 10 árum eldri fór með, veist, vinapari sínu út og vinur hans svona Lego-kall og þau fóru bara í einhverja, veist, Lego búð úti hann bara þetta og þetta og þetta og þetta ung stelpa þarna og hann bara ég hef aldrei selt svona mikið og ég held að enginn hefur selt svona mikið sem var hann bara með eitthvað, veist, bara töskur þurftu að kaupa 2 auka töskur fyrir Lego kassana sína konan hans bara, hvað er það að gera bara, veist, eitthvað 200 skall bara eitthvað bara að fara inn í Lego sem væri samt 500.000 hérna, sko þetta er svo mikið lúksusvara þetta er ekkert smá dýrt eins og Star Wars hérna Death Star ég held að það sé á 150 skall Jesús minn ámáttur það eru 150 skall ég bara, næ takk þetta er sturlun, sko það er eina ástæðan fyrir ég ekki alltaf að leggja mér með þetta því að ég væri bara bankrupt, sko þú veist, þetta er fáránlegt þið veitu að Lego stærsti dekkjaframleiðandi í heimi já, út af litlu dekkjónum hældu í því meira heldur en Michelin það er fucking insane, sko tæknilega séð, skilur við þá selja þeir flest dekk ok, þá er spurningin hvort eru fleiri hurðar eða dekk í heiminum örugglega hurðar en það er fjör heldur það séu ég meina, sjáðu bara öll háhísi í heiminum öll hótel þú er svo leðilegur ég meina öll skip, skemmtifærðarskip og allt saman verið ok, næsta Davíð var ekki pælingu hann er too smart for me en sko, ég var í Lego-búðin í Smáralindum daginn ég sá hérna Ghostbusters hérna bygginguna, slökkulistöðina og bílinn og ég horfði á þetta veistu hvað mér langar í bílinn ég átti erfitt með mig það ekki, mástu hvað kostaði? Já, fullt af pening og hérna, en út af því ég elska Ghostbusters líka og ég allt dótið í gamla daga ég átti það líka ég átti svona pakka, svona, hvað heitir það, proton pack til að setja bakið og með byssunni sem að þú gast verið með já, ok þetta var allt úr plasti, skilur já, en samt það er ógeðslega flott ég man eftir þessu og það var bara nokkri sem áttu svona og þetta var keypt úti já þetta var alveg bara en þú gast keypt svona plast svolítið svona plastaralegt, sko síðan gast þú keypt svona típuna fyrir ofan það kostaði svolítið mikið meir, ég átti það út í típuna, sko en veist, ég man eftir í dótinu var Ghostbusters bíllinn mér fannst hann hann var svo stór síðan íttur að taka geggjaði hljóðmaður mest pirrandi sírena bara allt í nú voru bara batterinn alltaf hvað segir þið? Og mamma einn bara, ég veit ekki þetta er bara bila þetta er einu sinni ég þurfti batterinn í fjastringunum fyrir sjónvarpið Ghostbusters það var geðvikt það var eitthvað mjög töff, sko, ég man eftir því líka síðan var náttúrulega hérna Hot Wheels voru þið Hot Wheels kallar ég var meira ég var í Matchbox Hot Wheels kom ekki fyrir 1990 og eitthvað já, ég alveg sama, ég var svolítið Matchbox frekar, sko nei, Hot Wheels er búin að vera bara geðveld lengi þetta hét Matchbox bílar í gamla dagar þegar við vorum ungir Hot Wheels kom ekki til Íslands fyrir aðeins setna, skilur við fáum allt svo sett, náttúrulega já, líka hérna svo treyir ég var hérna hvað heitir þetta? Hérna, toffurubílarnir hérna, Monster Trucks já ég tók það og eyðilega
ég var ekkert að leika með mikið með það alltaf smalla Já, akkurat bara alltaf að smalla það, mér fannst það miklu flottara við erum með Hot Wheels og allt þetta þegar þið voru búið að klessast og voru bara svona svolítið sjúskaðir banged up Já, ég átti að hellinga því líka ég reyndar ferðaðist ekki mikið eins og þú Birkir en stjúpabbi, hann var á Ameríkuskipi þegar ég var krakki þannig að ég fekk allt ógeðslega töff dóti frá beint frá Ameríku sko, sem að enginn átti hérna bara svona secret stash bara Já, þú veist, þess að átti ég einmitt Grayskull Kastalan og einmitt alls konar dót sem enginn annar átti sko Fuck, geðvögt Þannig að, já, ég var vinsalasti krakkin í hverjum á sínum tíma, sko og munið eftir Twister Spilinu Þarna á gólfinu? Já. Það var eitthvað sem bara tröllreið öllu sko. Já, shit, ég gæti það ekki í dag Nei Hægri löpp á græna Nei, brotljóð bara einmitt og halda bara ég tapa alltaf þetta var getum við reddað þessu spili og farið á fyllir í næsta fyllir í og reynd Takk að daða með við tökum daða með og já, þetta til heim no fucking herru, og síðan bara 5 skall undir reyna að vinna eða bara allir að leggja, þú veist, 1000 kall undir ok, 1000 kall undir, byrjum þannig þú veist, allir að leggja 1000 kall það er 4 skall fyrir við sigurvegaran ég til ok fuck já maður ok, ég er til í það ég og Daði agfeitir hvað ruggla er þetta kem ekki nálægt þessu helviti ok, þið eru með 500 krónur við vorum að taka það út og henda því út á miðlan okkar munið eftir Edgy Sketch Edgy Sketch maður leikið sér með endalaust shit, hvað sumir eru fucking klárir með þetta geta bara teiknað bara accurate New York skyline á eitthvað þau veist bara, wow klikkað ég þoldi þetta ekki það gast bara farið bara beint upp og það niður og hæra vinstri bara leið og fyrst andliti kom þá var ég bara I'm out en varst ekki alltaf að reyfa báða snúmustakkan í einu bara til að fá hana í beina línu og ská reyna það eitthvað það var svona challenge sem að setja sjálfum sér ég bara ekki með nóg mikið þóli með þig Nei Hátti ég á miljón ég lefði alveg með þetta og líka hérna svona lítið unit með vatni í Mr. Potato Head Nei, já, ég reyndar átti hann aldrei en nei, þetta var með svona vatni í og svo svona tveir svona þrýsti fóru litlir hringir já, þess að reyna að hitta í okkur svona pinna ef maður myndi láta börni sín fá þetta núna þau myndi leika sér í smá stund sem var ég bara, okkar er ég að gera þetta og svo aldrei aftur og líka með hérna myndavélarnar sem þú settir svona skífu svona hringlega skífu í rauðu hérna Viewmaster já, eitthvað svo leiðis Viewmaster og þá bara það var svona, gæstu verið með dýr já, það verið 10 myndir og þú veist, þetta var svona slideshow eða eitthvað þetta var slideshow já, basically sko og svo átti ég líka þú var alltaf svo gamall sko, þú varst með kaleidoskóp það var bara groundbreaking sko sem var ekki líka hérna það var svona hérna kíkir já, snérir og varst með litina kom eitthvað svona þvílíkt trippi munstur kristallamunstur eitthvað geggja mikrodosa sveppi og fara í þetta hvað er Birkir drukni ég í nælu þetta er mikrodos já, akkurat þegar við leikið eitthvað með Super Soakers já, Super Soakers djúðlega þetta rosalega dýrar vassbyssur já, en það voru bestu já, það var name-brandið sko sem allir aðrir öpuð eftir mér langaði svo mikið í tankana já þú varst með bakpoka sem voru sko eins og bara tankar sem voru tengd í byssuna þurftir aldrei að fylla á sko. Shit, hvað maður leik svo mikið með þetta það sem kom mér á óvart sko, þetta var fundið upp 89 af Lonnie Johnson sem er hérna Lonnie Johnson Johnson Lonnie Johnson stripparnafn sko nei, þetta er Long Johnson ábyggilega, þetta var blökkumæður
Joke. Nei, hann var enda svartur eða ég held að segja ennþá á lífi en það sem mest cool, hann sem satt fann upp Super-Sokkarinn Hann ykkur enga veislu hérna í hodninu Ég að reyna að glossa yfir það sem ég var að segja Alltaf bara að tala en hann sem sagt var svona engineer og eftir að hann fann upp Super-Sokkarinn þá var hann búin að nota þá hæfnið sína að vinna í meira svona efficient endurhlaðalegum batterjum og solar power og eitthvað svoleiðis núna Já, hafið séð byssutna núna? Shit, þú færði bara dýfur framöndanum ofin í vatn síðan ítur á takkan þá Já. og síðan bara ertu með ég ætla að vera með sko rapid fire og þú getur stilt sko Já. Þetta orðið Super-Socket þá pumpa einmitt nákvæmlega það var eitthvað bakveð spreyja þig niður já, shit, þetta orðið svakaleg tækni í dag sko Já, þetta svona Super-Socket og Nerf-byssur Já, þetta alveg ekta skemmtileg leikfung Já, við förum reglulega í Nerf-stríð heima sko, strákurinn á svo mikið á Nerf-byssum þannig að við förum reglulega bara fjölskyldan bara, ok, allir í sitt hotn og svo bara stríð Við erum með mitt í Nerf en alltaf vinnur, það ógæðsla fucking gaman. Það svo gaman. Þórun alltaf flýr inn og lokar og læsir. Já. Og bara, ég höndla þetta ekki. Nei. En veist, mér fannst alltaf leiðilegt að það var ekki til loftbyssur heima. Já. Sem lit út alveg eins og alveg. Já, ég átti þannig. Ég smiklaði einni svoleiðis inn frá Bene 99 fórum á Bene Er þetta tala um svona BB-gun? Já, með svona blitlum plastkúlum hún var alveg svo alveg jápis á allt sko. Og ég náttúrulega vissi að ég myndi vera stoppaður sko. Svo ég leti þetta í töskuna hjá Þórunni aðeins að láta hann að vita sko. Sem var ég stoppaður og ég hef nei, farðu bara á það og ég hef took the wrong person síðan endaði með það var tekið að mér, löggan tók þetta að mér Ég veit ekki hvað var það mína ég hef mitt smeklaðan inn frá Danmörku það var 95-6 eða eitthvað Ég veit hvað var þína Tók löggan annan líka Já, á sama tíma Já, alveg rétt, ég var ekki viss Við ætlum ekki að tala um það Ég get alveg sagt það Ok, smá storytime Smá storytime Hvað er langt liðið síðan? Mjög langt sko Ok Og smá sidetrack sko. Við vorum okkur vantaði áfengi og sigarettur og ætlum að fara að jammið sko. Þetta er mjög, mjög langt síðan Þetta er 20 og eitthvað ár síðan röglega. Meira, þetta er ógeðslega langt síðan allan og ég bara rænum rússana bara þá voru rússarnir alltaf að skipum sko. Ég hafnaði fyrir bara áttum enga pening sko. Það vissu allir og þú gast alltaf farið og keypt af þeim vodka og sigarettur eða skipt komið bara með gamla lötu eða eitthvað og fengi bara pallettu á vodka og sigarettum í staðinu og eitthvað og ég bara, ég klifti fullt af dagblöðum eins og 500 kall í stærð og sem svona rúllaði ég upp og hafði 500 kall þá var þetta alveg svo bara lot of money sko. og ég bara, við fáum bara the good stuff og ég afhendi þeim þetta og sem keyrum við af stað Davíð, já, gerum þetta maður vorum við nokkra á já, en ef þið ná okkur ég þá erum við bara með byssurnar okkar bara þykist að vera með alveg byssur Vá, þetta var svona röng ákvörður En hljómaði skotalt á sínum tíma sko. Skotalt, Davíð var með bílið sinn tekur númera plötunar af Já, ég ætla ekki að fá ykkur að brjálaða rússa heim til mín Þeir geta flett upp já, gerðum þetta maður, ekkert maður sem voru við ok fengum nokkra lítra af vodka vaður og sígarettur sem bara here's the money, sem var ég bara ástaf, sem bara Davíð ástaf, var ekki tollurinn að bíða eftir þessu oh my god stoppar okkur, kemur löggan og shit og allir í bílum bara ég get ekki tekið þetta á mig þetta er alltaf læg ég skal segja, eiga alla byssurnar og kilvurnar og hvað var ekki, ungur var ekkert að pæla var ekkert að pæla ungur og ósigrandi var ekkert að pæla þetta
þetta er bara leikföng maður, hvað er þetta? Einmitt. Síðan fórum við yfir heyrslumar, ég alveg, já, þetta maður þetta fór bara on the record sko. Bara með, veist ólögleg vopn frændu minni sem eru lögreglur, þeir voru bara hann er bara í vandræðum sko. hann var bara með sko deadly vopn sko. Eitthvað bara BB guns með einhverja hafnaboltakilfu og einhver svona leikfangabissu sem eru leikfang alls þar annars þar í heiminum heldur en hér sko. En þetta er þegar við reyndum rússana við vorum með á lögreglustöðin í Hafnarfirði, við vorum við aðskildir og ég þurfti að vera viðstættur þegar ég voru að leita í bílnum, þetta var bílinn minn og ég man, ég á með, þetta var Chevrolet, svona stór amerísku bíl skottið var stútfullt í dósum bara, þú veist, kókdósir og alls konar dósir skilur, stútfullt af dósum og ég eftir að standa þarna yfir lögreglumannunum þegar hann tók hverja einustu dós með vasaljós að skoða hann í dósina sjá hvað það væri eitthvað þetta var svona 300 dósir það var, og veistu, ég var einmitt í yfirherslu ég var svo mikið að fokk í þeim sko bara alltaf með einhver svör bara, við bara hvað ætlaði að vera bara að drekka maður og ég líka bara, þú veist, þegar ég var að spyrja út í byssurnar og eitthvað, þetta er bara leikföng, þetta er bara dót hver á það? Sé eftir í núna þú veist En hvernig endaði þetta? Fyrstu sekt? Ég man það ekki Fenguðu að halda vodkanu? Nei Við vorum undir aldrei örugglega með þessi á þessum tíma sko Já, við og já, ég tapaði 500 kallinum Rússarnir tóku 500 kallin versta af öllu helviti svíflein maður on that note takk fyrir þetta ekki bara komið í dag þetta var bara ágætis endir á þessu smá svona side note það er ekki þetta að kæra okkur fyrir þetta aftur núna þú veist, þetta er alltaf það nokkuð? Nei, þetta er búið að fyrirnast það ekki? Jú, vonum það Þetta er allavega búið að fyndnast Þetta er mjög fyndnast Takk fyrir, bye